Nýjar gervitunglamyndir sýna að kvikugangurinn við Fagradalsfjall hefur þrýst jarðskorpunni í sundur 20 cm á 6 dögum. Enn aukast líkur á gosi. Almannavarnir skipuleggja nú hvernig hægt væri að verja mannvirki með varnarvirkjum. Það setti stórt strik í bólusetningareikningin ef bóluefni AstraZeneca yrði dæmt ónótæft, segir sóttvarnalæknir. Hann leggur til óbreyttar aðgerðir að mestu. Sýrlenskir bræður sem hafa verið aðskildir í heilan áratug eru ekki vongóðir að hittast í bráð. Í dag eru 10 ár frá því að stríð hófst í Sýrlandi. Á Íslandi hærri þröskuldur fyrir að taka ákvörðunarrétt af fólki og nauðungarvista en á Norðurlöndunum, segir geðlæknir á Vogi. Hildur Guðnadóttir vann í gær Grammy-verðlaun fyrir tónlistina í kvikmyndinni Joker. Gísli Darri Halldórsson var í dag tilnefndur til Óskarsverðlauna fyrir teiknimyndum Já-fólk. Gott kvöld. Gervitunglamyndir sýna að kvikuinngangurinn við Fagradalsfjall hefur stækkað jafnt og þétt síðastliðna viku og grynnra virðist niður á kvikuna en áður. Enn talið líklegast að gos yrði við nátthaga. Dagurinn hefur verið rólegur á umbrotasvæðinu á Reykjanesskaga, annað en í gær. Frá miðnætti hafa mælst tæplega 1300 skjálftar. Öll gögn benda til þess að þrýstingur sé enn að byggjast upp í ganginum og það virðist vera aðeins grynnra niður á kvikuna. Í morgun kom ný gervitunglamynd sem vísindamenn hafa legið yfir í dag. Myndin sett saman úr 2 myndum, önnur var tekin þann 7. mars og hin laugardagsmorguninn 13. mars. Myndin staðfestir í rauninni það sem hefur verið kynnt áður. Virkir hluti kvikugangsins var að færa sunnar og síðustu vikuna þá færðist hann svona 1–2 km til suðurs. Líkur á gosi aukast og áfram líklegast að það gjósi í grennd við suðurenda Fagradalsfjalls. Þar kvikustreymið, þar kvikan að koma grunnt í jarðskorpuna. Myndirnar sýna að kraftarnir í neðra hafa síðustu vikuna þrýst jarðskorpunni sitt hvoru megin við ganginn 20 cm í sundur. Við erum að tala 10 cm í hvora átt. Gervihnötturinn smellir aftur af í kvöld og farið verður yfir nýjar gervihnattamyndir á fundi Vísindaráðs almannavarna á morgun. Og áhöfn þyrlu Landhelgisgæslunnar flaug yfir umbrotasvæðið á Reykjanesskaga í dag. Æfingaflug. Þyrlan búin hitamyndavél og á ákveðnum stað þá greindi áhöfnin hita. Það var ákveðið að láta sérfræðinga hérna á veðurstofunni vita af þessu og það var farið annað flug seinnipartinn og skoðað hvort að orsökin fyndist, en það var vont flugveður, lítið skyggni og þannig að þetta var sannkölluð fýluferð, en Landhelgisgæslan hefur svo sem áður greint svona hita við ýmsar aðstæður og ekki víst að það þýði nokkuð. En almannavarnir hafa síðustu vikur og daga unnið viðbragðsáætlanir ef ske kynni eða færi nú að gjósa á Reykjanesskaga. Við ræddum við Rögnvald Ólafsson yfirlögregluþjón hjá almannavörnum í dag. Í Vestmannaeyjagosinu árið 1973 héldu heimamenn aftur af hrauninu með því að dæla á það sjó. Þannig var höfninni bjargað. Nú vinna almannavarnir viðbragðsáætlanir hvernig best væri að verja mikilvæga innviði á Reykjanesskaga komi til eldgos þar. Allt í samvinnu við sérfræðinga á svæðinu. Fyrstulega að meta hvaða innviði eru sem í hættu og þá hvernig hætta sem að stafar að þeim og hvort að það borgi sig að fara í varnaraðgerð eða hvort þessi ódýrar að láta innviðina fara og byggja nýja. Nú talið líklegast að það gjósi við nátthaga og hraun renni í átt til sjávar. Og það væri sjálfsög mjög hentugt, það væri bara mjög góð staða fyrir okkur og þá myndi fara í Suðurstrandarveginn og taka hann út í ákveðin tíma, þá það eitthvað sem er mjög auðvelt að laga aftur. Jarðíturnar yrðu sem sé ekki kallaðar út til að bjarga veginum, en öðru máli gegnir verri sviðsmyndir, svo sem ef hraun skyldi ógna Grindavík eða renna í átt að Svartsengi. Þar eru hús og starfsemi sem má einfaldlega ekki missa og því þyrfti að setja upp varnarvirki. Bara lesa í landslagið og sjá hvernig þetta vinna með það. Hvar var hægt að dýpka landslagið til þess að búa til rásir fyrir hraunflæði, hvar var hægt að setja upp veggi til þess að stýra sem frá þá mikilvægum innviðum sem á svæðinu.
Rögnvaldur segir að það sé líka inn í myndinni að beita kælingu og hægt að kalla út dæluteymi af meginlandi Evrópu með stuttum fyrirvara. Í Vestmannaeyjum var kæling eina færa leiðin en Rögnvaldur segir áhrifaríkara að nota jarðveg til að stýra hraunflæðinu. Það einmitt verið að skrá fjölda og staðsetningu þeirra vinnuvéla sem hægt væri að nýta. Það afar ólíklegt að hraunið ógni Grindavík eða Svartsengi fara að gjósa nú. En almannavarnir vilja vera viðbúnar því versta og svo eiga þær áætlanir sem nú eru unnar með hraði vegna umbrotana við Fagradalsfjall að nýtast áfram enda allur skaginn vel virkur. Og þó svo þessi atburðarás hætti núna til dæmis og þá eigum við allt saman til ef eitthvað rennur svona atburðarás fyrir gang á þessu svæði seinna meir. Við getum ekkert gert annað en að vona að hittast aftur, segja bræður frá Sýrlandi sem hafa verið aðskildir í áratug. Í dag 10 ár frá því að stríðið hófst. Eskander Kaduni býr í Sýrlandi og hefur verið þar alla sína tíð. كيف كان حياتك منذ بداية الحرب؟ طبعا خطر بيهدد حياتك دائما وأبدا نتيجة القصف العشوائي من قبل جيش النظام بشار عند تدخل الروس كان صعب جدا جدا. Hann neyddist þá til að flýja ásamt eiginkonu sinni og 2 ungum börnum frá heimabænum Sarakeb. Nú fjölskyldan stödd í borg nærri landamærunum við Tyrkland sem á svæði sem andstæðingar forsetans ráða enn yfir. Eskander sá eini úr fjölskyldunni sem enn í Sýrlandi. Einn bróðir í Dubai, foreldrar hans og 2 bræður í Þýskalandi og hér á Íslandi bróðir hans Kínan. Last time I saw him it was 4 December 2010 around like 8 in the evening. That was the last time I saw him. It's the day also when I left Syria and since that day I didn't see him at all. كنان ما بيعرف أولادي غير على مقاطع الفيديوز. We try to keep the relation as strong as possible on like video calls, and that's all. But it is after all like really difficult. I always wanted to see them growing up. أهلا زنزوني. Of course, it's not simple. Like first of all, yes, I am physically saved in Iceland, but after all, like it is my country. It's my people there, my family, friends, and so on. And of course, it's not easy sitting here watching what's going on there. Losing family members, losing friends, seeing the country being destroyed slowly, step by step or slowly. عندك بتشتغل لك العافية يا قلبي انت ايش الشعرات الحلوات؟ طبعا حياة صعبة لأنه مدينة صغيرة العمل قليل وفرص العمل قليلة جدا. هنا لحد الآن بابا إمتى نحن ما نرجع سراقي؟ بابا إمتى ما نرجع على روضتي على مدرستي؟ إمتى بدي أشوف آنستي؟ إمتى بدي أروح على بيتي؟ أنا لا أملك جواب له. Eskander og fjölskylda föst. Landamærin við Tyrkland nánast alveg lokuð og lífshættulegt að reyna að smygla sér þar yfir. ما فينا نروح على النظام لأن احنا مهددين حياتنا مهددة. They might not have electricity for like days or like hot water or safety or even a stable life, who are always on move and always afraid of like what is going to happen tomorrow, living their life day by day, like lost almost hope with the future. So like to live with that thoughts, with being like hopeless about like seeing your family member or being in your home country, that is not an easy thing to live with at all. Hopefully one day we will get the chance to gather all my family together, to sit in one place, to see my brother kids, and that's all what I can say. Sóttvarnalæknir vonar að það skýrist eftir viku hvort áfram verði bólusett með AstraZeneca bóluefninu. Ef það verður ekki notað kann það að setja stórt strik í reikningi þegar kemur að bólusetningaráætlunum hér á landi. Einn greindist með COVID-19 innanlands í gær, sá var í sóttkví. Sóttvarnalæknir skilaði helgina tillögum til ráðherra að landamæraaðgerðir nái líka til barna, en það hefur sýnt sig að börn veikjast frekar af breska afbrigði veirunnar. Að öðru leyti leggur hann til óbreytt fyrirkomulag. Ísland eitt 7 ríkja sem hafa ákveðið að gera hlé á bólusetningu með bóluefni lyfjafyrirtækisins AstraZeneca. 17 milljónir hafa fengið efnið og samkvæmt fyrirtækinu hafa 40 fengið blóðtappa skömmu eftir bólusetningu. Dönsk kona 60 lést úr blóðtappa og 3 norskir heilbrigðisstarfsmenn liggja á spítala.
Lyfjastofnun Evrópu hefur sagt efnið öruggt og ástæðulaust að stöðva notkun þess. Þó taldi stofnunin ástæðu til að skoða málið og niðurstöðu hennar að vænta eftir viku. Verði hún að engin tengsl sé á milli bóluefnisins og blóðtappana, ættu bólusetningar hér ekki að tefjast meira en viku. Nú ef að niðurstaðan verður hins vegar svo að það verður varað við því að nota bóluefnið eða það verður ekki notað, þá náttúrulega kemur verulegt svona hik á áætlunina. Fyrir helgi lýstu stjórnvöldi yfir að vegna tafa á afhendingu skammta frá AstraZeneca ljúki bólusetningu hér líklega mánuði seinna en áætlað var. Ef bóluefnið reynir svo ekki notæft, gæti bólusetning tafist enn frekar. Nú við eftir að fá dreifingaráætlun frá Janssen, þannig við vitum ekki hvað við fáum mikið bóluefni frá þeim, þannig að þetta svona skref aftur og bak og til hliðar, eins og við höfum talað og það lítið sem við getum gert í því. Bólusetningaráætlun liggur fyrir út apríl en svo óvissa. Stórir hópar heilbrigðisstarfsfólks hafa þegar fengið fyrri skammtinn af bóluefni AstraZeneca. Þórólfur segir að fari svo að hætt verði að nota bóluefnið, komi til greina að byrja upp á nýtt að bólusetja þennan hóp eða að seinni skammturinn verði frá öðrum framleiðanda. Og við þetta má kannski bæta að nú síðdegis þá tilkynntu Ítalir, Frakkar og Þjóðverjar að þeir ætluðu ekki að nota bóluefni AstraZeneca í bili. Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra er gestur í honum við Dísa Hjaltadóttir í Kastljósi hér á eftir. Þar verður farið yfir tillögur sóttvarnalæknis, sóttvarnaaðgerðir, stöðu bólusetninga og flutning leghálsskímana til Danmerkur. Almennt er auðveldara að fá fólk með fíknivanda eða geðrænan vanda nauðungarvistað í nágrannalöndum okkar en hér á landi. Þetta segir geðlæknir á Vogi. Hann segir ekki einsdæmi að fólk með fíknivanda og geðræn vandamál mæti úrræðaleysi í kerfinu. Kristín Helgadóttir greindi í fréttum RÚV í gær frá stöðu sonar síns, en langvarandi fíkniefnaneysla hans hefur leitt til geðrofa og ranghugmynda. Maðurinn hefur lengi verið heimilislaus og fær ekki lengur inn í gistiskýlinu sökum ástand síns. Yfirlæknir á Vogi segir málið því miður ekki einsdæmi. Ég held þetta sé ekki einsdæmi. Ég þekki til fleiri fjölskyldna sem eiga mjög veika einstaklingar sem hafa lítið innsæi og lítinn vilja til að fá meðferð og þannig að þetta er ekki einstakt. Þetta er bara svo ótrúlega flókið og erfitt og málin geta þróa svona yfir langa tíma án þess að nokkur vilji það. En auðvitað ætti að vera þjónusta fyrir þetta fólk og einhver sem að segir að nú er komið að þann stað að þarf að grípa til úrræða. Kristín lýsti í viðtalinu að fjölskyldan væri algjörlega ráðalaus. Hún geti ekki svipt hann sjálfræði og komið honum í skjól þar sem hann vildi það ekki sjálfur á þessum tímapunkti. Víðir segir að úrræðin séu til staðar en það sé aftur á móti oft erfitt að beita þeim. Það er hærri þröskuldur hjá okkur hér á Íslandi heldur annars staðar við að fara í úrræðin þar sem við tökum ákvörðunarréttin af einstaklingum. Það er mun hærri þröskuldur hér. Við hér á Íslandi erum miklu meira tilbaka með þetta heldur en til dæmis hinn Norðurlöndin. Þetta er líka réttindamál, við mögum ekki gleyma því. Og þarna er kannski svolítið að mæta þetta raunveruleikinn, svolítið að mæta hugsjónum frelsi einstaklingsins. Fjölskyldan óttast að ástand mannsins sé svo slæmt að hann geti skaðað aðra, þar sem hann gangi oft með hníf. Það að meta hvort einhversi hættulegur ekki er bara ótrúlega erfitt. Þannig við getum, ef við förum að nota það viðmið, þá gætum við þurft að loka ansi marga inni eða nauðungarvist ansi marga. Þannig að óttin við að einhver gera eitthvað er ekki alveg nóg. Mjólk sem er ekki hægt að sækja vegna ófærðar á Rauðasandsvegi er verðlaus. Lausnin er ekki fundin en hún hlýtur að vera til, segir yfirverkstjóri hjá Vegagerðinni á Patreksfirði. Það er oft ekki fyrr en mjólkurbíllinn mætir á Skessfjall á Rauðasandsvegi sem hann gerir 2 í viku, sem ljóst er hvort þarf að ryðja veginn og þá þarf að óska sérstaklega eftir því. Hann er undir svokallari helmingamókstusreglu þar sem að sveitarfélagið og Vegagerðin deila kostnaði við móksturinn. En þið ræsið ykkur ekki sjálf út? Nei, í flestum tilfellum gerum við það ekki. Það er á vegum sveitarfélagsins og sjálfsögðu ábúenda að óska eftir mókstri þegar þörf er á. En ef mókstustækin eru komin í önnur verkefni og mjólkurbíllinn kemst ekki yfir Skessfjall þann daginn, þarf mjólkin að bíða. Og mjólkursamsalan greiðir ekki fyrir mjólk sem þarf að hella niður, þótt það hafi tíðkast áður fyrr.
3 bæir í byggð á Rauðasandi og samkvæmt viðmiðum Vegagerðarinnar vetrardagsumferð þangað of lítil og því ekki veitt vetrarþjónusta. Kemur til greina að vera með einhvers konar eftirlitsmenn eða slíkt sem myndi þá bara kanna ástandið áður en að mjólkurbíll leggur af stað? Já, það lausn, en það spurning hver á að fjármagna þá lausn. Bæjarráð Vesturbyggðar hefur lýst yfir þungum áhyggjum af lágu þjónustustigi á Rauðasandsvegi og áhrifum þess fyrir öryggi íbúa og atvinnulíf á svæðinu. Við erum kannski ekki búin að finna lausnina ennþá hérna, en hún hlýtur að vera til og við erum alltaf tilbúin til viðræðna þessi mál. Íslenska teiknimyndin Jáfólkið var í dag tilnefnd til Óskarsverðlauna. Leikstjórinn segist vera í skýjunum, það sé fátt sambærilegt við þessa tilfinningu. For Best Animated Short Film, here are the nominees. And Yes People. Þetta fjallar fólk í úthverfi í Reykjavík í kringum 8. áratuginn. Segir Gísli Darri teiknimynd sína Jáfólkið sem í dag var tilnefnd til Óskarsverðlauna. Í rauninni þetta magnaða því að það fyrsta sem ég vildi með þessari mynd bara var að gera mynd sem að ég væri stoltur af og ég gæti sýnt að ég bara gæti leikstýrt yfir höfuð og sanna það. Já, þannig að vonandi bara get ég farið að færa mig meira yfir þetta svið og segja fleiri sögur. Nú eru það ekkert mjög mörg Íslendingar sem hafa fengið tilnefningu til Óskarsverðlauna. Getur þú sagt okkur hvernig tilfinningin? Ég held hún eftir að koma seinna. Ég var alveg svakalega hissa. Ég var búinn að vera í mjög góðu svona væntingastjórnarferli sko. Þannig að ég hugsa að það komi kannski síðar sú tilfinning. Ég er náttúrulega alveg í skýjunum og það er ekkert sem að ég get líkt þessu við sko. Óskarsverðlaunin verða afhent í lok apríl, þeim var seinkað vegna COVID. Gísli Darri segist vonast til að geta verið á staðnum. Þú búinn að ákveða ykkur ætlar að vera? Eitthvað verið að grínast með eitthvað svona fuglabúning, en já, ég verði að vera bara í tuxedo. Ég er svona introvert animator, fer mér ekkert sérstaklega vel að vera í einhverju öðru en bara jakkafötum, kannski eitthvað Star Wars bindi eða eitthvað. Og fleiri Íslandstengingar má finna á lista yfir tilnefninga til verðlaunanna, til dæmis í flokki frumsamdra laga. Húsavík from Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Annars fekk Netflix-myndin Mank flestar tilnefningar í ár, 10 talsins. Kvikmynd David Fincher Herman J. Mankiewicz, annan handritshöfunda Citizen Kane. This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank. 6 kvikmyndir hlutu svo 6 tilnefningar hver. Í fyrsta sinn í sögunni eru 2 konur meðal þeirra 5 sem tilnefnd eru sem leikstjóri ársins. Nánar má lesa tilnefningar til Óskarsverðlaunanna á vef okkar ruv.is. Bandaríska tónlistarkonan Beyoncé varð í gærkvöld sigursælasta kona í sögu Grammy tónlistarverðlaunanna þegar hún hlaut 28. verðlaun sín. Hildur Guðnadóttir hlaut Grammy-verðlaun annað árið í röð. Ef einhver hélt að Hildur Guðnadóttir væri búin að fá öll verðlaun sem í boði eru fyrir tónlist sína í kvikmyndinni Joker var það ekki alveg svo. Í gær bættust við Grammy-verðlaun í safnið fyrir tónlistina í myndinni. Tónlist sem Hildur hafði þegar unnið BAFTA, Golden Globe og Óskarsverðlaun fyrir. Þetta er annað árið í röð sem Hildur hlýtur Grammy-verðlaun, í fyrra fyrir tónlistina í sjónvarpsþáttunum Tjernobyl. Hildur var fjarverandi líkt og fleiri verðlaunahafar en þakkaði fyrir sig í gegnum fjarfundabúnað. Og hún var ekki eina konan til að hljóta Grammy-verðlaun í gær. History has just been made. Breaking the all-time record for the most Grammy wins ever by any female artist or any singer, male or female. The Grammy goes to Beyoncé! Thank you, guys. Billie Eilish. Well done, Billie. Peace and love. All right. This is really embarrassing for me. Megan, girl, I was gonna write a speech about how you deserve this, but then I was like, there's no way they're gonna choose me. Wait, how do you open it? Oh my God. Wait, how do you do it? Okay, I got it. Oh, H-Town, baby, Megan Thee Stallion! Want to thank God because thank you for putting life into my body for me to be able to
even be here today. We just want to thank the fans. You guys met us in this imaginary world that we created and we can't tell you how honored we are forever. Og eftir þetta ætlum við í Borgarleikhúsið í Reykjavík því þar fara í kvöld fram úrslitin í skrekk, hæfileika keppni grunnskólann í Reykjavík og þar Mikael Emil Kobber. Krakkarnir eru væntanlega orðnir alveg klárir eða hvað? Já, heldur betur Bogi, það mætti sko sannarlega segja það. Ég hérna mættur með fulltrúa frá öllum atriðum kvöldsins. Hvað myndirðu segja að vera lykillinn á bak við gott skrekksatriði? Bara að hafa gaman og vinna saman. Glæsilegt, það rímar sem þér að það satt. COVID, hafði það einhver áhrif á undirbúningin? Já, þetta var svona basl. Við þurftum að fresta fullt af æfingum og það var alveg vesen, en við bara kláruðum þetta með glæsibræði, svo við erum öll glöð. Glæsilegt, og stress fyrir kvöldinu? Já, það auðvitað alltaf stress, en það líka svakalega mikill stemming og gleði. Frábært, og þá það bara ein spurning að lokum. Hver að fara að vinna þetta? Og það kemur í ljós í beinni útsendingu hjá okkur síðar í kvöld, en við ætlum að huga að veðrinu. Í kvöld og nótt ganga skil yfir landið með úrkomu í flestum landshlutum, en á morgun snýst í suðvestanátt og hlýnandi veður verður þá á norðan og austanverðu landinu, en frekar vætusömu veðri spáð suðvestan til og það Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem að fer nánar yfir veðurspá sína þegar Haukur Harðarson búinn að flytja okkur íþróttafréttir kvöldsins. Crossfit-konan Sara Sigmundsdóttir með slítið krossband og keppir því ekkert á tímabilinu. Sara sagði tilkynningu að þar með hefði hennar versta martröð ræst. Lærisveinar Erlings Richardssonar í karlalandsliði Hollands í handbolta unnu ævintýrlegan sigur á Pólland í undankeppni EM í gær. Og 10.000 áhorfendur sáu Bandaríkjamanninn Justin Thomas vinna Players meistaramótið í golfi á TPC Soccersvellinum í Flórídaríki í gær. Helstu fréttir kvöldsins, nýjar gervitunglamyndir sýna að kvikugangurinn við Fagradalsfjall hefur þrýst jarðskorpunni í sundur 20 cm á 6 dögum. En aukast líkur á gosi. Almannavarnir skipuleggja nú hvernig hægt væri að verja mannvirki með varnarvirkjum. Það setti stórt strik í bólusetningareikningin ef bóluefni AstraZeneca yrði dæmt ónothæft, segir sóttvarnalæknir. Hann leggur til óbreyttar aðgerðir að mestu. Sýrlenskir bræður sem hafa verið aðskildir í heilan áratug eru ekki vongóðir að hittast í bráð. Í dag eru 10 ár frá því að stríð hófst í Sýrlandi. Á Íslandi hærri þröskuldur fyrir að taka ákvörðunarrétt af fólki og nauðungarvista en á Norðurlöndunum, segir geðlæknir á Vogi. Næstu fréttir í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum á vefinn okkar sem uppfærður allan sólarhringinn. Þar fréttavaktin ef þið finnið fyrir skjálfta. Þá koma upplýsingar þar. Við minnum líka á RÚV-varpið en þessum fréttatíma lokið og verið sæl.